Já, Ingi, svakalegu sigur hérna, tvíframlendur leik. Ein spurning fyrst svona, ég að fara að mála húsið mitt. Hvernig límband mælum með? Lífið sama límt hérna af Hansaplast og Tesa, þannig að það ekki spurning. Þið blífum með Tesi. Herru, að öllu svona grínist eftir, þá var þessi leikur bara, eins og við segjum, bara fyrir allan peningin, fengu áhengur. Ábyggilega geðveikt að vera Snæfells áhorfandi og enda þennan leik svona, en spennan var til staðar, klárt og við svona vorum helviti öflug að gera okkur erfitt fyrir. Við náðum okkur fórustu en við náðum alltaf að leyfa að komast aftur inn og ég vil að gefa Valsliðinu mikið kredit að þær voru að gera vel varnarlega séð og voru klókar með marga hluti og að samanskapi þau þurfum að vera aðeins klókari og leysa það. Þannig að við náum að virkja fleiri á gólfinu á sama tíma og það var svona, það náð að þvinga okkur í 2-3 manna öðru megin og en það bara hjá okkur, þetta er alveg svo Valsheimilinu og við vorum í erfiðri stöðu og náðum að snúa við bara því að við bara trúum á hvort annað og erum bara í þessu af líf og svo. Það bara fer að lítið langt með okkur. Nákvæmlega. Reynsluboltar eins og Alda Leif og Bryndís koma inn hérna í þennan leik og bara turnunum í raun og veru. Úlliðurinn á Öldu Leif er náttúrulega bara eins á huggulegast á landinu sko, og ef ekki víðar að leita sko. Man líður alltaf vel þegar hún er að taka skotin. Bryndís átti loksins bara mjög góðan leik og frábæri fyrirháleik og traust hérna varnarlega séð nánast alla leikinn. Og það var greinlegt að við vorum ekki eins súr í fótunum eins og Valveitinn lokinn. Hörbarlega til einhverjum frá Hrafni tekkaði vel inn. Það var bara stórkristómanni og í Valsheimilinu líka og stelpunum talaði. Það var aðeins ferskari fætur og voru mjög súrar. Já, það oftast talað Öldu Leif með þessa frábæra úlið en varnarlega. Já, báðum endum og hún var ástændið báðum endum, gaf liðinu svakamann. Hendurnar á henni eru að gefa svo mörg Barfamamma. Nákvæmlega. Barfamamma. En geturðu lýst þessum þrist, hversu hjá Söru Diljá í lokin? Já, hún var búin að fá þetta í seinni hálfleik, 2 svipuð lúk og hún var búin að sitja svolítið lengi og fekk bara einhverju hugkvöldin að kippin út af fyrir Marju og frábær skopmann og Sara og hún bara spottaði þetta var bara game winning og það er náttúrulega ekkert ljúfar heldur en að skora game winnings korfur og Þetta er gömlu félagana? Já, hún er búin með það, við erum búin að spila svo marga leiki við það það er bara að tryggja liðin inn í úrslit og það er bara það gefur henni svakalega mikið í framhaldi og ég er spenntur fyrir framhaldinu. Já, talandi framhaldi, Haukar stela leik í kvöld og við sjáum... Þeir stela einhvern, þeir eiga þetta, þeir eru búin að tapa 2 það er bara hörku serja og Grindvíkingarnir vissu það ég held að Henning að sagt hvað gerir ljón eða koma út í horn og það er greinilega klóra frá sig eins og það gerir í dag en nú er bara okkar að bíða eftir hvort liðið við fáum og undirbúa og gera betur í því sem við ætlum að gera og ná að recovera líkamlega. Já, mikilvæg tími framöndan núna. Alveg ofboðslega mikilvæg tími og nú verða öll trikkin í bókinn notuð. Frábært. Til hamingju Ingi Þór. Takk.